við mun deilunum akkurat. En mér langar bara að bjóða góðan daginn og bara velkomin á þennan morgunfund hjá Grænni byggðar sem að þessu sinni í samstarfi við Staðlaráð Íslands. Ég heiti Bergþóra Góa-Kvaran og vinn hjá Umhverfis- og orkustofnun við Svans vottun bygginga og líka í stjórn Grænni byggðar. Ég ætla að vera fundarstjóri í dag. En við ætlum að tala mjög mikilvægt málefni, staðla í byggðaumhverfinu okkar, enda við vitum öll sem erum hér að svona umhverfismálin og byggingariðnaðurinn getur verið flókin og ég finn það mjög vel í mínu starfi að fólk svona sækist í einhverjar leiðbeiningar og einhver tæki og tól til að vinna eftir. Og þess vegna eru staðlar bara mjög mikilvægt tól fyrir okkur og svona kannski okkar svona sameiginlega tungumál til að vinna eftir og svona sem hjálpar okkur bara við að styrkja gæðin í byggingunum. Þess vegna er virkilega mikilvægt bara að vita í rauninni hvernig á að vinna með þá og hvað sé í boði og slíkt. En hún Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðlaráðs Íslands, hún ætlar að kynna þetta fyrir okkur, sem sagt núverandi staðla og staðla sem eru væntanlegir og líka gefa okkur aðeins innsýn inn í þessa væntanlegu spegilnefnd við Evrópsku tækninefndina, TSC 350. Og í lokin, ég glemdi nú að fletta hérna, í lokin þá verður hægt að spyrja spurninga. Við erum með hennan QR-kóða, þið getið skannað hann og komist á inn á Slido síðu og endilega sendið inn spurningar sem því að Helga mun svo svara þeim í lokin. Og það er líka hlekkur inni á chatinu, þannig að þið komist líka inn á síðuna þar. En ég ætla þá bara að gefa Helgu orðið, gjör svo vel. Já, ég ætla að deila með ykkur írónum mínum. Er ekki komnar inn? Það er allavega eitthvað að gerast. Eitthvað að gerast? Jú, einmitt, þannig er það. Ok. Herðu, já, ég var beðin að taka það saman svona einhvern smá pistil svona staðla sem að tengjast sjálfbærni og grænni byggð. Og ég gerði það samviskusamlega. Mig langar samt aðeins bara til að renna hratt í gegnum af því að skiptir máli að þessi verkfæri eru ekki bara eitthvað hvað sem er. Og Þú ætlum að setja í presenters mode, getur það ekki bara. Núna er þetta svona já, þarna. Ekki komið. Við sjáum allavega glærurnar, já, þetta gekk á hann. En þú fer bara hann í slideshow uppi Hvað segir þetta? Eða já, þarna. Er það ekki? Jú, nú er þetta komið. Herðu, kannski örstutt bara Staðlaráð að margir sem halda við séum ríkisstofnun sem við erum ekki. Við erum sjálfstæð samtök hagaðila, erum hlutlaus vettvangur stöðlunarstarfs með tengingar við alls konar alþjóðlegt samstarf og sennilegur evrópsku staðlasamtökin. ETSI eru evrópsk fjarskiptastaðlasamtök og svo eigum við aðild að ISO og EIC líka sem eru alþjóðleg staðlasamtök sem að ná til alls heimsins. Við rekum 5 fagstaðlaráð sem eru þá svona síló í raun og veru, þó samt aldrei mikið samtala milli þeirra. Af því að þetta er lítill vinnustaður og við vitum öll hvað hinir eru að gera, sko. En þessi 5 fagstaðlaráð eru þá sviði mannvirkja, rafmagns, upplýsingatækni, fiskimála og umhverfismála. Okkar hlutverk er skilgreint í lögum, þannig að við erum að sinna lögbundnum hlutverkum. Sem eru helst við staðfestum evrópska staðla sem íslenska. Þeir eru tæplega 30.000 núna. Við gætum íslenskra hagsmuna eftir atvikum í evrópskri og alþjóðlegri staðlavinnu. Hluti af því er að skrá sérfræðinga í tækninefndir, þannig að íslenski sérfræðingar geta tekið þátt í stöðluninni og þannig haft áhrif á reglusetninguna sem að fer fram með þeim. Og svo gefum við út staðlaskrá og seljum staðla og það er hægt að finna 145.000 staðla í staðlabúðinni og þar af er tæplega helmingurinn í gildi. En við veitum aðgang að eldri stöðlum líka og það er stundum hringt og spurt hvaða staðla voru í gildi 2012 þegar við, þú veist, lögfræðingar mögulega sem eru að vinna eitthvað mála eitthvað slíkt.
Og svo veitum við upplýsingar og ráðgjöf og tilgangurinn okkar er að auka vöxt og nýsköpun í íslensku atvinnulífi, bæta starfsskilyrði og bæta vernd og öryggi neytenda. Sem að er risastórt mál líka. Ég var nú bara í morgunútvarpinu á Rás 2 í morgun að ræða byggingagalla og það að staðlar eru í raun og veru ekkert annað heldur en uppskriftir af því hvernig við gerum hlutina vel. Skrifaðir af sérfræðingum sem að sammælast það hvernig best er að gera hlutina. Og ég líkti þessu við að nú er framundan jólabakstur á einhverjum heimilum og ég held að okkur myndi ekki detta í hug að fara að baka smákökur nema að vera með uppskriftir annaðhvort þá í kollinum eða fyrir framan okkur. Og staðlarnir eru raun og veru bara uppskriftir að gæðum. Nú, staðlar eru skjöl sem að geta innihaldið kröfur eins og til dæmis hönnun mannvirkja eða stjórnun upplýsingatækni og svo framvegis. Þeir geta innihaldið tækniforskriftir sem eru útfærslur á kröfum alls kyns. Þeir geta innihaldið leiðbeiningar eða lýsingu á einkennum og virkni og það er algengt í neytendaverndinni að við viljum tryggja að hjartagangráðar, öndunarvélar, færibönd, leðuráklæði eða jógúrtgerlar virki eins og þeir eiga að gera. Þannig að staðlarnir segja til það hver sú virkni er, hver einkenni vörunar eru og þegar kemur á byggingavörum þá er þetta bara verið að lýsa nothæfi þeirra. Nú, staðlar eru yfirleitt valkvæð verkfæri markaða en löggjafinn hefur síðan notað líka sem hluta af sínu regluverki til þess að ítra löggjöfina, til þess að klára að segja til hvernig kröfurnar eiga að vera. Og eins og ég sagði þeir eru alltaf sammæli bestu sérfræðinga svona best practices og byggja alltaf á rannsóknum þekkingu og reynslu. Þannig að þeir eiga að vera algjörlega state of the art verkfæri sem að eiga hjálpa okkur að nálgast hlutina með faglegum hætti. Og staðlar eru síðan staðfestir af landsstaðlasamtökum eins og Staðlaráð Íslands sem að tryggir auðvitað hlutleysi og víðtækt sammæli því að allir staðlar fara í auglýsingaferli og það hafa allir tækifæri til þess að senda inn athugasemdir eða telja að það sé eitthvað í þeim sem að virkar ekki eða á að virka neina öðruvísi. Og svo eru staðlar notaðir til að setja alls konar kröfur grunnviðmið, kerfi, árangur, stöðluð tákn, skilgreiningu hugtaka sem er mjög mikilvægt að það sé allir bara sammála það hvað hlutirnir þýða. Og svo eru þeir notaðir líka til að setja kröfur alls kyns aðferðir, prófanir, greiningar, skoðanir, vottanir og þess háttar. Eins og ég sagði þeir eru yfirleitt skyldubundnir nema ef að búið er að vísa til þeirra með bindandi hætti í löggjöf, til dæmis í byggingarreglugerð. Ef að við bjóðum vöru að þjónustu og auglýsum hana með þeim formerkjum að við uppfyllum kröfum staðla, eins og Krumma hefur gert, þeir hafa framleitt og flutt leiktæki fyrir börn í yfir 35 ár og fullir þess að þau séu öll vottuð samkvæmt evrópskum öryggisstaðli fyrir leiktæki. Og þetta á við mjög margar vörur á markaði. Og ef að við þurfum síðan að uppfylla merkingar eða samningsbundna kröfur eins og til dæmis CE-merki þá þurfum við að nota staðla líka og Björgun HF framleiðir CE-merkt steinefni til steinsteypu og malbiksgerðar og merkir það sem slíkt. Nú svo eru staðlar hryggjarstykki ýmissa mikilvægra kerfislægra innviða eins og fjarskipta, fjármála, árangurs í sjálfbærni, snjalllausnum, árangur í umhverfismálum sem við erum kannski svolítið að fara að kafa ofan í hér á eftir, upplýsingastjórnun og þannig verða þær líka grundvöllur opinbers markaðseftirlits og það eru 9 opinberar stofnanir sem að fara með opinbera markaðsgæslu alls kyns vörur, neytendavörur, lyf, lækningatæki, vinnupalla og svo framvegis. Megin ávinningurinn með staðlanotkun er að með þeim fáum við samræmt tæknilegt tungumál, við fáum aðgang að bestu fáanlegu þekkingu og við þurfum ekki að finna upp hjólið á hverjum degi. Við fáum samanburðarhæfi af því þá eru hlutirnir alltaf gerðir eins eftir sömu uppskriftum og samhæfni og samvirkni. Það er engin tilviljun að það er hægt að framleiða alls konar upp sem að virka í símanum okkar til dæmis. Við fáum traust vegna þess að þegar við förum út í búð og við þurfum að
kaupa barnabílstól þá veltum við því ekkert fyrir okkur hvort að hann sé í lagi. Við bara vitum það því það er bannað að markaðssetja vörur í Evrópu nema þær séu öruggar og þannig verður til traust á markaðnum. Nú, staðlar eru líka farvegur fyrir þekkingamiðlun. Það er verið að taka rannsóknir, reynslu og þekkingu og setja niðurstöðurnar fram í staðli. Þeir eru farvegur fyrir þverfaglega samvinnu vegna þess að sérfræðingar úr ólíkum löndum hittast eða innanlands, við erum auðvitað búið til staðla hér innanlands líka. Þeir eru farvegur fyrir nýsköpun, ég get nefnt að Carbfix er að taka þátt núna í starfi tækninefndar hjá ISO, þar sem að verið er að staðla útfærslu á föngun, bindingu og förgun kolefnis til þess að íslenska leiðin eigi örugglega greiða leiðin á markaði í framtíðinni og auðvitað góða starfshætti vegna þess að staðlarnir eru settir upp sem uppskrifta gæðum. Nú, þeir tengja atvinnugreinar og koma á samvinnu á milli mismunandi samfélaga. Þeir eru sammæli hagaðila lausnir og eru oft svona sjálfsreglusetning. Þetta þú veist, þessum við þolhönnunarstaðlana, það voru bara mjög margir verkfræðingar frá verkfræðistofunum sem eru ásamt vegagerðinni og Veðurstofunni og háskólanum og hinum þessum sem koma saman til þess að ákveða svarið við spurningunni hvernig best að gera þetta. Og þannig ratar það síðan inn í löggjöfina. Og svo það engin tilviljun að Evrópusambandið, OECD, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankinn og Alþjóðaviðskiptamálastofnunin leggja mikla áherslu á staðlanotkun til þess að búa til þetta traust og þetta samanburðarhæfi sér til og þessi farvegur fyrir þekkingamiðlun og að vörur í greiðan aðgang að mörkuðum og þess aftar. Þannig að það er talsvert mikill ávinningur fólginn í staðlanotkun og nýleg rannsókn sem við tókum þátt í 2023, hún leiðir í ljós að staðlar stuðla að framleiðniaukningu og aðgengi að erlendu mörkuðum sem metin á 5 milljarða á hverju einasta ári. Þannig að við erum ekkert að grínast með þetta. Samfélagslegur ávinningur er ekki meðtalinn í þessari rannsókn, hann er auðvitað óendanlegur. Við getum spurt okkur hvað kostar mannslíf og hvað kostar einfaldleikinn og hagræðið og hvað kostar heilsan okkar. Og dæmi samfélagslegan ávinning er öryggi fólks og heilsuvernd, neytendavernd, alls konar einföldun eins og þegar gerð var krafa að framleiðendur raftækja notuðu allir USB-C hleðslugubba og snúrur og tengi. Og svo þetta umhverfismálin. Og við höfum, af því að við erum á þessum vettvangi grænni byggðar, þá tókum við okkur saman með loftslagsráði fyrir nokkrum árum, héldum vinnustofu. Þar kom í ljós að yfirlýsingar á markaði hér innanlands, þær voru margar án innihalds og í raun og veru án þess að menn gætu sýnt fram á árangurinn sem var verið að lýsa, eins og til dæmis að það var talsvert talað kolefnisjöfnun án þess að hún ætti sér í raun og veru stað. Og þá skrifum við tækniforskrift kolefnisjöfnun til þess að markaðurinn hefði aðgang að skýrum skilgreiningum og upplýsingum það hvað þetta er og hvernig mann nær því. Nú, höldum áfram. Hverjir eru það sem óska eftir stöðlun? Það alls konar hagaðilar. Oft þetta bara notendurnir og fyrirtækin sem þurfa að fá staðla til þess að búa til betri markaði og auka traust og gæði og þess aftar. En stundum þetta líka stjórnvöld og Evrópusambandið hefur notað staðla talsvert mikið sem hluta af sinni löggjöf og þá er að ræða svokallaða samhæfða staðla. Og allar byggingavörur falla til dæmis undir í þann flokk. Þannig og meira að segja er því þannig komið núna að það var höfðað mál gegn Evrópusambandinu af aðila sem vildi fá aðgang að samhæfðum stöðlum sem núna eru 3700 talsins og Evrópudómstóllinn dæmdi í fyrra Evrópusambandið til þess að veita aðgang að þessum stöðlum án endurgjalds af því að þeir væru taldir hluti af löggjöfinni. Og bara svo var einhver spurning. Nei. Og bara svo það sagt að þá höfum við hafið þá vegferð að
eiga samtöl við stjórnvöld slíkt aðgengi fyrir til dæmis mannvirkjageirann. Af því að ég er lögfræðingur í grunninn og ég tel það ekki samræmast stjórnarskrá að það sé verið að gera staðlaðar kröfur án þess að veita aðgengi að þeim hluta löggjafarinnar. Þannig að það sé sagt bara hér í þennan hóp. Nú, við veltum fyrir okkur hvað gerist ef ekki eru gerðar kröfur þolhönnun og viðurkenndar byggingaraðferðir og traust byggingarefni sem þolir íslenskar aðstæður. Nýleg rannsókn Stefáns Hrafns Jónssonar, prófessors við Háskóla Íslands, leiðir í ljós að það eru bil 90% af nýbyggingum sem eru haldnar einhvers konar göllum. Því miður eru bil 40% af þeim sem að fá gallana ekki bætta hjá byggingaraðila og fólk sem að kaupa þá nýjar íbúðir í nýjum húsum situr uppi með tjón sem að getur hlaupið á milljónum. Svoleiðis að við auðvitað sem hagaðili í þessu samfélagi leggjum mikla áherslu á staðlanotkun vegna þess að eins og ég sagði að þeir eru uppskrift að gæðum. Förum þá að bora okkur aðeins niður í það sem við ætlum að tala hérna í dag, sem eru staðlar sem að stuðla að og styðja við sjálfbærni í mannvirkjagerð. Þessi mál eru alla jafna rædd á vettvangi byggingarstaðlaráðs sem er vettvangur stöðlunar á sviði bygginga og mannvirkjagerðar. Byggingarstaðlaráð er hluti af rekstri staðlaráðs sem hefur alveg sjálfstæða stjórn og hefur þannig frumkvæði að og samræmir og hefur umsjón með stöðlunarvinnu á fagsviðinu þegar það þarf að skrifa íslenska staðla eins og til dæmis þar sem er þarna á verkefnalistanum þarna fyrir neðan endurskoðun ISD 30 sem eru almennir samnings- og útboðsskilmálar og verkframkvæmdir sem að verða oft hluti af samningum á milli verkkaupa og verktaka. En svo tekur byggingarstaðlaráð líka þátt í innlendu og erlendu samstarfi. Nú, þessi verkefni sem eru annaðhvort í undirbúningi eða í vinnslu á vettvangi byggingarstaðlaráðs eins og ég sagði áðan endurskoðun ISD 30 og endurskoðun á stöðlum sem eru orðnir gamlir og þarfnast og staðlar eins og ég sagði áðan þeir eiga auðvitað alltaf að endurspegla nýjustu rannsóknir og þekking og reynslu þannig að þá þarf að endurskoða með reglulegu millibili. Það hefur verið að skoða þýðingu og íslenska útgáfu á hluta norskra staðla sem eru númer 3420 og innihalda verklýsingar á ýmsum sviðum. Byggingarstaðlaráð verkstýrir líka endurskoðun íslenskra þjóðaviðauka við 58 evrópska þolhönnunarstaðla sem ganga alla jafna undir heitinu Eurocodar. Þeir eru allir staðfestir sem íslenskir og eru 9.000 blaðsíður af kröfum sem eru virkjaðar með einni setningu í byggingarreglugerðinni. Og þetta eru lögbundnar kröfur sem að staðlaráði er gert að selja. Byggingarstaðlaráð tekur líka þátt í samstarfi Norðurlandana samræmingu á viðaukum við þessa evrópsku þolhönnunarstaðla þar sem að það á við, til dæmis steypu þar sem að markmiðið að lækka stuðla til að draga úr losun og draga úr hindrunum við nýsköpun og ég vil bara benda ykkur á ef að þið þekkið ekki fréttabréf Steinsteypufélagsins þá eru þau geggjuð. Bara fullt af mjög fróðlegum pislum og greinum þar. En svo það það stendur til að stofna íslenska spegilnefnd við CNTC 350, tækninefnd númer 350 hjá Evrópsku staðlasamtökunum sem. Þar hafa hagaðilar í Íslandi tækifæri til að hafa áhrif á inntak staðlanna og þannig að móta regluverkið. Þar gefst tækifæri til að vinna með erlendum kollegum og tækifæri til að skyggnast inn í framtíðina og skilja hvað framundan og það veitir forskot og fólk sem tekur þátt í stöðlunarstarfi það ákveðið forskot á aðra samkeppnisaðila af því að það veit nákvæmlega hvað að koma og sem dæmi þetta að þá hafa Kínverjar tekið fram úr eiginlega öllum öðrum bílaframleiðendum þegar að kemur að tækni og virkni og nothæfi bifreiða og sko þeir eru búnir að skrifa 1400 nýja staðla bíla og bíða bara eftir því að Evrópa fatti að
hana vantar þessa staðla og þá verða þeir vantanlega innleiddir mögulega með einhverjum breytingum í Evrópu. Svoleiðis að og bara hjá þekki eflaust kínverska fyrirtæki Huawei sem er að framleiða alls konar skjái og alls konar lausnir í allt mögulegt. Það er sko 300 manns að vinna við staðlagerð bara hjá þessu fyrirtæki í Kína. Þannig að þeir sem vilja taka sig alvarlega, þeir taka þátt í staðlagerðinu og hafa þannig áhrif á inntakið og móta regluverki með þeim hætti. Nú, þessi nefnd sem TC 350 sem heitir Sustainability of Construction Works, hún gerir staðla sem að lýsa samræmdri aðferðafræði við mat á sjálfbærni byggingaframkvæmda. Og staðlarnir ná yfir mat á umhverfis, félagslegri og efnahagslegri frammistöðu, bygginga og mannvirkja og veitir umhverfisupplýsingar byggingavörur. Og þegar við erum að tala umhverfisframmistöðu, þá þar verið að tala hringrásarhagkerfið, orkunýtni, kolefnislosun, sjálfbæra nýtingu auðlinda, líffræðilegan fjölbreytileika og þess háttar. Ef við tölum félagslega frammistöðu, þá erum við að tala heilsu, þægindi, öryggi, verndun, seglugerð utanaðkomandi atburðum, uppspretti efnis og þess háttar. Og þegar við tala efnahagslega frammistöðu, þá erum við að tala líftímakostnað, áhrif á efnahagslegt virði, grænar fjármögnunarleiðir og þess háttar. Þannig þetta er alveg aðskilið, það er ekki einn staðall sem dekkar þetta allt, en það eru margir staðlar í vinnslu hjá nefndinni. En markmiðið með vinnunar er að það er margþætt, það er að skýra nauðsynlegar upplýsingar til að styðja við sjálfbærnimat á byggingaframkvæmdum. Þannig að í raun og veru koma öllum á sömu blaðsíðu. Markmiðið líka að gera aðgengilegt staðlað snið fyrir vöruupplýsingar svo hægt sé að nota þær við mat á byggingaframkvæmdum. Nefndin ætlar að skilgreina nauðsynlega þætti svoleiðis að mismunandi hagaðilar geti samþætt sjálfbærni við alls konar ákvarðanatökuferli. Hún ætlar að skilgreina nauðsynlega stefnu til að draga úr loftslagsbreytingum og aðra sjálfbærni þætti með því að skilja áhrif ákvarðana sem teknar eru. Þetta er svona impact assessment, það í raun og veru bara mata áhrifum. Nefndin ætlar að skilgreina magnbundnar upplýsingar sem styðja við þróun ferla, vöruþróun og nýsköpun. Hún ætlar að leiðbeina í samskiptum við alla aðfangakeðjuna. Hún ætlar að gera það kleift að sýna fram á samræmi við nýja reglugerðir og stefnur. Hún ætlar að samræmi upplýsingar sem eiga við í hugbúnaðarþróun, til dæmis byggingarupplýsingalíkön og BIM, og styðja við seglumat mannvirkjaverkfræðinnar gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Þannig að aðferðafræðin er svo samtengd með sömu skilgreiningum, sviðsmyndum og kerfismörkum sem eru samþætt síðan í sjálfbærnimatinu. Og ég gerir ráð fyrir að glærurnar verði gerðar aðgengilegar, en það er hlekkur inn á í raun og veru vinnusvæði nefndarinnar þar sem að þessu er öllu lýst miklu nákvæmar. Nú, skipulagið á nefndinni er þannig að það er búið að stofna það sem heitir subcommittee undir nefnd sem að felur í sér umfjöllun hringrásarhagkerfið í byggingargeiranum. Og undir þessu subcommittee eru síðan 7 vinnuhópar á störfum sem hafa allir mjög sérhæft umfjöllunarefni og sem hægt er að sjá þarna, og það er að stafræna upplýsingar og kerfi og gögn. Það er auðvitað matið og framsetningin á umhverfis environmental performance, það er já, þið skiljið það. Og svona heldur þetta áfram, þannig að það er hægt að skrá sig í raun og veru í hvern þessara vinnuhópa sem að þið viljið, kæri ykkur hafið áhuga á, hafið sérþekkingu á, og þannig tekið þátt í því að móta regluverkið sem að sett verður fram á stöðluðu formi. Það er búið að gefa út einhverja 15 staðla nú þegar og þið sjáu að þeir eru sá elsti held ég frá 2011 og sá nýjasti frá árinu í ár. Því athugið að þegar að staðallinn heitir TR þá er þetta tækniskýrsla sem að innihalda svona samandregna sérfræðiupplýsingar og hlutverk þeirra er raun og veru bara að setja fram upplýsingar. Og þetta eru sem sagt staðlar sem að búið er að gefa út á undanförnum 14 árum og þarna er
alls konar reikniaðferðir og matsaðferðir og rammi utanum hluti, staðlaður rammi og svona ýmislegt fleira sem hægt að finna þarna og kannski þekkiði eitthvað af þessu nú þegar. Verkefnaskráin þeirra og það sem er framundan, það sem er í vinnslu núna og það sem er framundan eru þessir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 staðlar. Þessi efsti hérna, hann var í auglýsingu þangað til í fyrradag, sem þetta undir að prófa, alveg búið að skrifa þessar kröfur umhverfis performance. Hvað er það aftur á íslensku? Ekki virkni, heldur. Nú er ég heldur ekki alveg með á reynu. Nei, þið veitir hvað ég á við. Allavega, þessi staðall hann er sem sagt búinn að vera í auglýsingu og sem sagt núna, það sem gerist núna er að tækninefndin eða vinnuhópurinn sem er með þennan staðal í fanginu, hann mun taka við athugasemdum sem að bárust á auglýsingatímabilinu, fara yfir þær allar og rökstyðja svör við hverju og einu. Mögulega tekur staðallinn einhverjum pínlitlum breytingum eftir þetta, en svo verður hann væntanlega bara gefinn út. Nú, næsti í röðinni, hann er hérna, það er bara verið að vinna hann og menn gera ráð fyrir því að 30. ágúst á næsta ári að þá verði hann settur í auglýsingu, þannig að menn eru að taka sér, það tekur alveg tíma að skrifa þetta, sko. Þetta er ekki eitthvað bara hvað sem er hendur niður á blað. Og það að það þurfi að nást sammæli það hvað stendur í svona stöðlum er auðvitað bæði risastórt þrep að komast yfir, en það tryggir líka að það er ekki verið að henda þarna fram einhverju óígrunduðu. Nú, svo er bara verið að vinna í undirbúningi á fleiri verkefna, það er reyndar annar hringrásarhagkerfi byggingariðnaði sem að mér sýnist að sé í auglýsingu til 12. febrúar 2026. Þannig að hann er þarna úti, drögin að honum eða frumvarpið er þarna úti einhvers staðar og þið eigið að geta fengið það afhent til að skoða það ef þið vilji hafa áhrif á eða senda inn athugasemdir eða bara kynna ykkur það sem er framundan. Þannig að og þið getið fengið frumvörp án endurgjalds hjá okkur. Það er bara Hói Ástrós og hún græja það. Þannig að það er svo sem margt sem að er í gangi og þetta eru alls konar leiðbeiningar og samskiptareglur og rammar utanum allt það sem að nefndin ætlar sér að gera. Og svo er yfirleitt yfir Ástrós tók saman fyrir mig af því að hún er nýritari byggingastaðlaráðs og er hér á þessum fundi að þá tók hún saman fyrir mig svona, þetta eru 5 staðlar sem að gætu verið áhugaverðir fyrir íslenska markað. Það er í fyrsta lagi ISTN 15978 sem að er reikniaðferðin líftímagreininguna sem að er í raun og veru orðin lögbundin krafa frá 1. september síðastliðnum. Þarna er líka staðlar eins og þið verða afsaka við tölum svolítið í númerum en 15942 og 1762 eru samskiptaform vegna upplýsinga byggingavöru og þjónustu þeim tengdum og reglur samskipti milli fyrirtækja og neytenda, þar með talið miðlun og upplýsinga árangri byggingavara til neytenda. Þannig að þegar við förum í húsasmiðjuna þá ef hún var að nota þannan staðal, svo ég nefni það bara sem dæmi, að eða Bíkó eða Bauhaus eða hvað er, að þá er hægt að nota þennan staðal til þess að í raun og veru staðla upplýsingagjöf til neytenda. Nú, 17472 inniheldur kröfur og sértækar aðferðir við mat á umhverfis, efnahags- og félagslegri frammistöðu mannvirkja með hliðsjón af virkni og tæknilegum eiginleikum, byggir á líftímamati, líftímakostnaði og heildarlíftímakostnaði. Og svo er þarna 17037 sem er leiðbeiningar hönnun ljósvistar innandyra og hvernig dagsbirta skal notuð. Þarna er að finna mælikvarða til að meta dagsbirtu skilyrði og meginreglur útreikning og sandprófanir. Þetta var samt ekki við vinnustaðlýsingu, hún er skilgreind í öðrum staðli og ástæðan fyrir þetta sett fram er þetta umræða að
þar sé mögulega verið að byggja í kringum okkur íbúðarhúsnæði þar sem að dagsbirta á ekki mjög greiða leið inn. Þannig að þarna er allavega hægt að nota svona staðal til þess að átta sig á því uh, hvernig maður getur þá gert hlutina betur. Um, já, ég er að velta fyrir mér hvort að það er ástæða til þess að kannski kíkja aðeins inn í þennan staðal líftíma sem sagt, nei, þennan hérna environmental performance. Þetta er, sko, ég veit ekki hvað þið eru tæknilega þekkjandi, en ef við kíkjum bara hérna á efnisyfirlitið, þá er þetta staðall sem er settur fram á 60 blaðsíðum og hann inniheldur alls konar leiðbeiningar það hvernig maður nálgast viðfangsefnið og annexar sem eru til upplýsingar svona mismunandi sviðsmyndir og greiningar á sem sagt, mismunandi flokkum bygginga, hvernig maður sannreinir niðurstöður og svo útreikni aðferðir til þess að nálgast, eins og ég sagði áðan, viðfangsefni. Og komið inn í tjattið með þetta væri kannski frekar orkunýtni, getur það passað? Þetta sé energy performance eða en... Þessi einhver sem þekkir hann? Ég er ekki viss, ég er líka bara að spá út frá efnisyfirlitinu að þetta hljómar þannig, svona reikniaðferðir en allána, já. Þetta er ekki ljóslistastaðall? Nei, einmitt, en já, það er pæling hvort þetta sé orkustaðallinn. Kannski er einhverjir orkusérfræðingar sem þekki það betur, en allavega, ég ætla að leyfa að halda fram. Sko, bara svo það sé sagt að Staðlar á Íslands er ekki sérfræðingur í öllum 70% Nei, eðlilega. sem er að finna í búðinni. Það er hann bara en sko, okkar hlutverk er samt að gera þetta aðgengilegt, að nálgast, þú veist, og einhvern veginn koma þessu áfram til notenda. Og eins og ég segi, nú er staðan bara orðin svo að það, og sérstaklega eftir þennan dóm Evrópudómstólsins, þar sem að samhæfðir staðlar eiga að vera aðgengilegir án endurgjalds. Það eru vísu pínu prósess að komast í þá og það er ekki okkar ákvörðun, það er ákvörðun Evrópusambandsins og Evrópsku staðlasamtakanna af því að staðlar eru háðir höfundarétti, það eru öll staðlasamtök að selja staðla til þess að fjármagna reksturinn sinn, en það eru fordæmi fyrir því eins og ég sagði að einstök ríki hafa keypt aðgang. Ég meina ef þið eruð að vinna í Svíþjóð þá hafið aðgang á öllum þolunarstaðlunum án endurgjalds af því að ríkið er búið að kaupa þann aðgang. Þannig að við erum að taka upp þetta samtal það hvað hægt er að gera til þess að bæta gæði mannvirkjagerð og auðvelda hönnuðum og byggingaraðilum að afhenda mannvirki í meiri gæðum heldur en verið hefur og í sambandi við þessa rannsókn sem ég nefndi á. Nú, þá er spurning hvernig skrá maður sig í speilnefnd ef að þið viljið taka þátt í einhverju af þessu sem að þarna er á skjánum, að þá bara sendið Ástrós ritara byggingarstaðlar á tölvupóst á astrós@staðlar.is. Hún skráir ykkur, ég, og þar með fáið aðgang að öllum gögnum hópsins sem þið tilheyrið. Spegilnefndin sjálf hér innanlands, þar að segja íslensku sérfræðingarnir, að þeir funda síðan reglulega það sem að þeir telja ástæðu til að taka afstöðu til. Það er einhver staðall sem að inniheldur eitthvað sem að varðar séríslenska hagsmuni og þá fundar nefndin þá tekur afstöðu til þeirra atriða og mögulega sendir sína afstöðu eða athugasemdir eða tillögur að breytingum til nefndarinnar, en í öllu falli þá verður til þekking á því hvað er framundan og hvaða kröfur þetta eru sem að við erum að eða útfærslan á kröfunum sem að lögin byggja á, já.
eða er að finna í lögunum að hún verður til í þessum stöðlum. Það er hins vegar þannig að staðlaráð sér um atkvæðagreiðslu en það er spegilnefndin sem tekur afstöðuna samt. Við í raun og veru bara greiðum atkvæði sjálft í kerfum hjá okkur. Þannig að spegilnefndin sendir bara þá afstöðu til staðlaráðs þegar að það á við og við greiðum atkvæði samkvæmt þeirri ákvörðun. Og þá er spurning hvort að það er einhverjar spurningar eða athugasemdir. Við ætlum að gefa góðan tíma til þess. Mitt. Bara takk fyrir. Ótrúlega áhugavert og ég held að við getum allir verið mjög sammála um það hversu mikilvægt þetta er. Ég ætla að deila þá aftur og sjá hvort við fáum ekki upp spurningarnar, sjá hvort þetta virki hjá mér. Hér. Ekki fara áfram. Jú, við erum komið með spurningar. Herri, ég ætla þá bara að lesa þetta upp og þú farð að svara. Ef fyrirtæki mitt vill fara í kolefnisjöfnun, hvernig get ég fengið leiðbeiningar við notkun tækni forskriftarinnar? Sko, eins og ég sagði áðan, þá eru við ekki sérfræðingarnar. Sérfræðingarnir út í fyrirtækjunum eru það. Það er hins vegar í tækniforskriftinu kolefnisjöfnunina þar er verið byggja á 2 alþjóðlegum stöðlum sem að annars vegar eru fyrir fyrirtæki sem að vilja fara í kolefnisjöfnun og hins vegar fyrir fyrirtækin sem að eru að framleiða kolefniseiningarnar sem hægt er að nota til kolefnisjöfnunar. En ég held að sko þessi tækniforskrift, hún í raun og veru bara vísar í alþjóðlegan ISO-staðal sem að er leiðbeining það hvernig maður kolefnisjafnar. Og þar snýst þetta að það reyndar hafa verið reynt að halda námskeið notkun tækniforskriftarinnar hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Það var aldrei náðst nægileg þátttaka. En þetta snýst það að fyrirtækin byrja á því að draga úr losun, síðan fara þau í mótvægisaðgerðir og svo hægt í lokin að kaupa kolefniseiningar á móti losuninni sem sem óhjákvæmilega verður alltaf til í einhverjum rekstri sko. Þannig að við kannski bara reynum aftur að halda námskeið út í Endurmenntun sem að tók við á öllum okkar námskeiðum á sínum tíma fyrir nokkrum árum. Þannig að ég vona að það svara spurningunni af því að við erum ekki í svona prívat ráðgjöf sko. Ég hef heyrt að þetta sé mjög flókið ferli og það er svona kannski mjög mikilvægt að það sé farið eftir að það sé góður staðall til og að fólk einmitt kunni að vinna með þetta. Já. Þannig að námskeið, væri held ég mjög sterkur leikur. Já. Einhverjar skyldubundnir staðlar ljósvist á Íslandi? Komst aðeins inn á það áðan. Já, sko, byggingarreglugerðin skilgreinir hvað er skyldubundið. Ég man ekki hvort af því að ég kann hana ekki heldur utan að, en maður sjá. Er víst að koma inn, ég held að þetta sé ekki búið að samþykkja þetta inn í byggingarreglugerð. Ég held að staðlar verði almennt ekki skyldubundnir í nýrri byggingarreglugerð. Ég er að fletta upp yfirliti, ég tók saman yfirlit 21 staðlana sem að vísaður í byggingarreglugerðinni. Maður sjá, eldsvoðar, það er hljóðvistarstaðall, jú það er vísað í tvo staðla, 12464, innanhúslýsingu, indoor workplaces og þetta eru vinnustæðir og svo utandyra. Það eru staðlar sem að vísa til í byggingarreglugerðinni. Og svo skilst mér að sé meira á leiðinni hvað var það dagsbirtu og fleira. Já. Ok. Samhæfðir staðlar aðgengilegir án endurgjalds. Hvaða staðlar eru það í mannvirkjagerðunum til dæmis? Það er frábær spurning.
Það eru allir byggingavörustaðlarnir sem að eru 500 og eitthvað talsins. Þetta er pínu flókið fyrir okkur að standa í þessu vegna þess að íslensk stjórnvöld hafa ekki gefið upplýsingar þessa staðla. Það eru innleiddar alls konar tilskipanir og reglugerðir frá Evrópu. Þar er vísað í staðla án þess að íslensk stjórnvöld gefi neinar upplýsingar það. Þannig að við höfum verið að reyna að gera þetta. Þetta er aðgengilegt á heimasíðum Evrópusambandsins en það er ósanngjarnt að ætla að fólk sé alla jafna að leita þar. Sko, eins og ég segi, þetta eru fyrst og fremst byggingavörustaðlarnir en síðan og hefur verið í byggingarreglugerðinni vísað í alls kyns staðla og ég bara, spurning hvort að ég fæ ekki að deila bara með ykkur í tjattinu link á þetta yfirlit sem ég tók saman, þar sem að er bara kaflarnir í byggingarreglugerðinni, teknir hver fyrir sig og þar er yfirlit yfir alla staðla sem vísað er í hverjum kafla. Byggingarnar Er þetta ekki komið? Byggingavörurnar eru þarna, en þetta er samkvæmt ákvörðun íslenska löggjafans, þetta er yfirleitt ekki Evrópuregluverkið. Eurokódarnir sem ég nefndi áðan, þolendurstaðlarnir, eru ekki samhæfðarstaðlar. Ákvörðunum meinlega þá í byggingarreglugerðinni var tekin á sameiginlegu EES-nefndinni, nú er ég farin að tala eins og lögfræðingur, ég ætla að hætta því. Þannig að það er sérstök ákvörðun, þetta er ekki samhæfðarstaðlar en þeir eru samt skyldubundnir. Það er þarna vísað í einhverja samhæfða staðla en eins og ég segi þar sem að stjórnvöld hafa ekki gefið neinar upplýsingar þetta og það þarf að yfirfara þennan lista en svo er eins og ég sagði hann líka byggingarreglugerðin hún mun vísa til staðlannas til leiðbeiningar að langmestu leyti þeir verða ekki skyldubundnir eins og staðan er núna. Þannig að ég bara svarið við spurningunni er að finna í listanum sem ég er búin að deila í tjattinu. Frábært. Þannig að þá er þetta meira að það er mælst með að nota staðlana frekar en að það sé gerð skylda. Já. Mér skilst að það sé staðan, það hefur verið einfalda regluverki, það er undir þeim formerkjum, einföldun á regluverkinu og staðlarnir verða þá til leiðbeiningar. Nema Eurokódarnir, þeir verða áfram skyldubundnir en þeir eru ekki samhæfðir. Já, ok. Ef fyrirtæki vill fá staðal, hversu langt er ferlið og hvað kostar það? Sko, staðlarnir eru, okkar þáttur í þessu er að selja staðlana, gera það aðgengilega og veita upplýsingar það. Það fer eftir hvað staðalum er ræða. Það er eiginlega ekki hægt að svara þessu nema maður viti aðeins meira. Ef þetta eru, þú veist, oft er þetta bara leiðbeiningar það hvernig maður gerir hlutina, hvernig maður reiknar það út og þess háttar. Þannig að það tala ferli þarna. Ef þetta er vottunarhæfur staðal, þá er hægt að fá vottun á gæðastjórnunarkerfi eða umhverfisstjórnunarkerfi eða eitthvað slíkt. Og það fer bara eftir aðstæðum, sko. En oft er það þannig að menn finna sér einhvern ráðgjafa til að hjálpa sér við innleiðingu ef að sérfræðiþekkingin er ekki til staðar. Ok, það er að koma fleiri spurningar hérna inn. Viljið fá fólk í speglaráð? Þarf marga aðila í hvert ráð eða hóp? Sko, það er alveg dæmi að það sé bara einn. Og það eru íslenskir sérfræðingar, þú veist, einn hér og einn þar að við eigum þá ekki alveg í kippum að þá getur sko spegilnefndin sem slík, hún samanstendur af öllum sem að skrá sig í vinnuhópana. Svoleiðis að það ræðst í raun og veru bara af áhuga og vilja og getu til að taka þátt í svona verkefnum. Við viljum gjarnan stofna þennan hóp af því að við teljum mikilvægt að bæði við getum haft áhrif á
regluverkið eins og það verður sett fram á stöðluðu formi og því ég segi regluverkið þá ég er ekki að tala um þetta verði lög nema lífsfærisgreiningin er auðvitað orðin löggjöf eða þess að orðin skyldubundin. Þannig að sem flesta. Já, frábært. Það er bara að gera að skrá sig hér í Ástrúsu, það ekki? Já. Herri, já, ég fekk spurningu. Er ákveðin stefna verklagsregla í Svaninum varðandi tilvísun eða innleiðingu staðla í Svansviðmiðin? Þetta er mjög góð spurning. Við vinnum alveg mikið með staðla sem er einmitt bara eitt gott dæmi hversu gott er að nota staðla í umhverfismálunum af því að það er erfitt að vera alltaf að finna upp hjólið. En við höfum verið, eins og til dæmis í hljóðvistarkröfunni, þar er vísað í IST 45, það er, já, þannig að við munum klárlega vísa í staðla eins og þörf verður. Núna til dæmis, vitum við að það er að koma vonandi sem allar fyrst inn ákvæði ljósvist inn í byggingarreglugerð og þá verður þá stuðst við þennan staðal, þá munum við nýta okkur það og það er það sem er gert í hinum löndunum, þar sem að fólk er svona, já, Norðurlöndin eru kannski komin oft aðeins framar en við, hvað var það svona, kröfur í reglugerðum. Þannig að við munum alltaf styðjast við staðla og ég var bara akkurat út á fundi núna í Danmörku að vinna, við vorum svona að byrja að vinna þróun á nýjustu viðmiðunum og af því að við erum náttúrulega þróast mikið í þessum málum, það er að koma fleiri staðlar og það er að koma meirinn reglugerðir hjá okkur, að þá munum við alltaf taka mið af því í viðmiðunum og almenna reglan er að við viljum alltaf reyna að gera betur en stundum er þetta líka bara spurningum að tryggja það að hlutinni séu gerðir eins og með loftþéttleika mælingur og svoleiðis. Þannig að já, við erum alltaf að nota þetta. Má ég bæta aðeins við þetta Bergþóra? Endilega. Af því að ég sagði á hann að staðlar eru endurskoðaðir með reglulegu millibili og núna fáum við fregnir því að það stendur til og er í undirbúningi endurskoðun á öllum samhæfðu stöðlunum sem að segja til nothæfi byggingavara. Þetta er eina sviðið þar sem að stjórnvöld hafa veitt einhverjar upplýsingar og í raun og veru falið okkur það og ég var að deila núna link í chatinu sem að er inn á þessa vefsíðu þar sem að hægt er að leita uppi alla staðla sem að varða byggingavörur og það er farið í gang endurskoðun á þeim öllum þar sem að á að bæta við umhverfiskröfum endurvinnanleika, endurnýtanleika, endurvinnslu og þess háttar. Þannig að það má gera ráð fyrir að staðlarnir sem að segja til ljósastaura eða brunaviðvörunarkerfi eða hvað þetta eru 500 og eitthvað staðlar. Að þeir komi til með að breytast í náinni framtíð og taka miklu meira mið af umhverfiskröfum. Frábært. Það er ótrúlega gott og þetta er líka bara eitthvað sem ég langaði að koma að bara yfir það heila en hefur rosalega mikið með byggingavörunar að gera er að ég held að staðlar geti líka bara hjálpa okkur við að sporna við grænþvotti þegar við höfum svolítið verið að finna fyrir þessu í okkar starfi og ég veit þeir sem eru að hlusta þetta þekkja þetta líka að bara hvað er umhverfisvæn byggingavara. Það er eitthvað sem að er mjög erfitt að meta, er það kolefnissporið eða er það endurvinnsluhlutfallið eða efnamálin eða hvað, þetta er svo ótrúlega flókið að það er bara nauðsynlegt að vera með skýran og góðan ramma utan þetta. Þannig að, og akkurat þetta, þú ert að segja að það er verið að endurskoða staðlana, þetta er það sama og við gerum í Svaninum, það er mjög mikilvægt að endurskoða þetta á X ára fresti því að tækninni sem betur fyrir alltaf að fleyta fram og við erum alltaf að gera betur og betur. Já. Þannig að eigum við ekki bara að segja það þetta gott, ekki nema einhver vilji koma með loka spurningu, en annars bara vil ég þakka mjög vel fyrir þetta góða erindi. Þetta er eitthvað sem að snertur okkur öll og gott að vita þessari upptöku. Það verður fínt að geta farið í hana aftur og einmitt bara ef þið viljið skrá ykkur í hópana, speklaráðið, heitir ekki það, að þá endilega hafið samband. Ég held að það sé ótrúlega mikilvægt að fá okkar raddir inn frá þeim sem eru hérna í dag.
Mhm. Já, og ég bara segja það bara gott í bili. Takk fyrir. Og Takk góðan dag. sömuleiðis. Takk sömuleiðis.